Urður verðandi skuld. Urður verðandi skuld. Urður verðandi skuld. Örlög, karma. En karman gjörð, verknaður. Gahana karmano gati eru Bhagavad Gita, órannsakanlegir eru gjörðavegir. Gahana, torskildar, þykkar, óskiljanlegar, djúpar, engin nær yfir sín. Karmano gati, gjörðagötur. Ekki það nú svo að einhver duttlungafullur hendistefnu og reiði Guð sé að krukka í þessu, þá hann ekki neitt Guð. Guðinn skipta sér ekki af þessu mannana gjörðabröldi, við berum ábyrgð á því. Við heyrum Jesúm segja okkur það, hann veit. Samt Pétur með lykilinn að himnaríki og stóru bókina, í hverja allar mannana gjörðir eru skráðar, urður verðandi skuld. Alltaf 3 ár saman. Í nýlegum tákmálsbúningi verðandi bók, við skrifum registrið, urður, Pétur flettir upp skuld. Ef maðurinn skilur ekki sitt guðlega eðli, lifir það ekki, hann ótengdur, ekki í sambandi við sjálfan sig, hinn raunverulega sig. Gunnarnir, eiginleikar náttúrunnar og heimsins gúnir allt hans líf. Ef maður lifir í gúni og gunnunum 3 með eingöngu, flækist maður í gjörðaflækjunni sinni og framboðinu óvissunni. Og í vítarhingu gjörða, áhrifa af þeim, frægi minnis þau. Minnisfrægi sem verður kveikjana nýrri hugmynd, framkvæmt á ný, sem á ný skilur eftir áhrif sem hann veit ekki af og þau lita allar hans hugdettur og framkvæmdir. Framboð gemisgulls. Hann finnur ekki sjálfan sig, heimsækir ekki sjálfan sig í áskarð, í glaðheima vitundar. Hann heimsækir ekki Gunnlöðu, þekkir ekki ormagöngin okkar, kann ekki í eðlisfræði. Hann velkist vélvana í ólgusjó, akkerslaus, stefnulaus, háður gunnunum. Þeir virðast oft duttlungafullir. Ekki nýsta, ekki með grundvöll í raunverunni. Tíma getur tekið að fá sínar gjörðir tilbaka, sína skuld í hausinn. Hugtaki tími að vísu okkar tilbúningur, tími eiginlega vít, en verðandi tekur sinn tíma. Þær stöllur alltaf 3 ár saman eru náttúrulögmál. Við getum haft áhrif á það, en eingöngu með því að stjórna úr tífatúni. Það engin vandi að stjórna á sviði innan 3 gunna og gúnis. Því nú eigum við tæknina til að nýsa niður, skreppa þangað daglega, til að geta stjórnað okkar lífi með sæmd og heiðri, með mannlegri reisn. Ekkert minna en það manni samandi. Ekkert minna getum við talið okkur boðlegt og samboðið. Dettur nokkrum kóngi í huga fá sér vinnu við að þrífa skolpræsi. Væri ég sett í uppvaski ef ég væri kóngur? Væri ég að hendast upp og niður í rútsípans smágleði og hennar afleiðingum, sorga, ef ég væri einherji í Valhöllu? Og nei. Dvitiyat væ bæjum bhavati. Tví eðli hinnar sköpuðu náttúru veldur óöryggi og ótta. Við þurfum ekki að lifa í óttanum. Það einfaldlega ekki mönnum samandi að lifa í ótta. Ekki heldur að hafa í sér stress og ójafnvægi. Það hefur óheillavænlegar afleiðingar. Streitu viðbrögð geta verið af 1000 ára gamlum vana. Já, ég að segja satt. Til dæmis, þegar við áttum ekki mat og hungrið skapaði kvíða og óvissu, lærði kroppurinn að safna fitu, iðraspiks forða, áunin viðbrögð. En í dag getur streita skapað offitu. Stress veldur hér sem sagt varúðarráðstöfunum sem voru hentugar gegn hungri sem gæti komið, þá lífsnauðsynleg óttaviðbrögð. Trúið þið þessu nokkuð? Þetta satt. Slík gjörðaflækjan. Hún nokkuð órannsakaleg, ekki satt? Aðeins urðurverðandi skuld með hann á hreinu. Mjög feit kona, offitusjúklingur, gæti virst afslöpuð og róleg, en myndum við byrja á að segja henni að hún hafi verið hungur fyrir 1000 árum og þess vegna safni hún iðrafitu núna? Hún myndi horfa á okkur mjög hissa. Hún þarf núna aðeins að læra nýs sniður daglega til að vinna á streitu og þá kemst kroppurinn í jafnvægi. Við þurfum ekki lengur að berjast eða flýja, en samt framleiðum við adrenalín þegar okkur bregður. Það síast ekki út því við þurfum ekki að berjast eða flýja, bara sitjum á rassinum.
Það sem varð til að bjarga lífi okkar núna lífshættulegt. Gleymt og grafið. Allt nú en minnið og verðandi eru lítt rannsakanleg stundum. En allt vitað og það fundarskipulag alveg tímalaust. Því í árdaga fundur reist fyrir þjóðarök. Allt fer eftir fundarflæði framþróunar sem fyrirfram ákveðið og útregnanlegt. Skilduðu þetta nokkuð? Urður mannanna í tímaleysinu okkar, við sköpum okkar framtíð með urði hverri. Hver okkar urður verður vera fullkomlega falleg hugsun, gjörð, orð. Mannanna tærleiki skiptir svo miklu máli fyrir heiminn okkar. Við höfum 3 eiginleika sem Loki. Það þríeindin lokabörn. Við höfum val, maðurinn hefur alltaf val, það okkar frjálsa urður. Vali hverju fylgir ábyrgð, af gæðum urðar verður hver vegsemd. Við getum stjórnað okkar urði, en við getum ekki stjórnað ávöxtum hennar. Því hún á eftir að velkjast í gjörðaflækjunni illrannsakanlegu. Lifa skulum við okkar eigin lífi, ekki annara manna. Svadharma, ekki paradharma, því það skapar okkar þróun hættu. Og lifa skulum við okkar eigin djúpa fagra sið, ekki annara manna kerfi. Svadharma, ekki paradharma. Sú okkar urður, okkar djúpa menning lifuð, gefur okkur góða okkar skuld. Þunga miðja okkar forna síðar og kjarni málsins að lifa glaðheima vitundar. Við þurfum að lifa kjarna vors síðar, hann það fegursta, nýsumst niður. Þannig siglir maður yfir alla slæma skuld. Ek ginnungagap, aham brahmasmi. Einn sannleikurinn, hinnur vitru kalla hann mörgum nöfnum. Rætur okkar í sannleikanum. Hvern mangi veit gjörðlag, hvílíkt djúp Dýrsleg urður því ekki manntrjánum samandi. Manntrén þurfa að draga upp næringu beint úr urðarbrunni. Við erum guðlegs eðlis. Okkur ekki samboðið annað en að lifa hið guðlega þundarflæði. Urður mannanna frjálsi vilji. Erum við nógu guðlega tær til að eiga hann? Kunnum við með hann að fara? Eigum við eftir enn sinn að þróast? Lítill að sanda, lítill að sæfa, lítill geð guma. Hverra ekki finna ræturnar og brunnana og ekki kunna sjúga með þeim þekkinguna miklu upp í sitt líf. Við þurfum gjafir vitringa. Þeir koma úr Austurlöndum eins og menningin okkar mun upphaflega. Við þykjum nú gjafir frá vitringnum Maharishi úr Austurlöndum. Einmitt þaðan komnum sem rætur okkar menningar taldar liggja. Menn hafa fundið staðanöfn sem benda til að æsir sem menn hafi þá staði byggt. Þaðan virðast enn fleiri hugtök og orð og djúp þekking fornasiðar komin. Heyjam dukaham anakatam að koma í veg fyrir og milda slæmaskuld sem á leiðinni til manns. Þeir vitru og vísu pöndítar sem kunna að fremja jagmjö, þekka það sem fundur reist í árdaga. Þeir reikna út urði verðandi skuldu sem einfalt lögmál flókna gjörðaflækju. Og þeir kunna nýju galdra góða og ljóðin góð sem breyta gúni að vild. Margur á ókomna skuld sem hann hefur ekki hugmynd því verðandi okkar þögul. En nú förum við að gæta okkar. Ég skal segja ykkur, sá sem tekur þátt í neikvæðni, hallmælir, baknagar, tekur á sig syndir þeirra manna sem hann rægir. Hann býr sjálfum sér til slæma skuld annars manns, lifir óheillavænlegt paradharma. Sá sem nýtur annars manns syndar tekur þátt í þeirri synd þess manns. Maður tekur þátt í drápi dýrs, lífveru, með því að éta eða nýta hið deyta. Synd framin með þáttöku í synd. Synd étið eða nýtt það sem deytt Maður tekur á sig syndina með átinu eða nýtingunni. Jón úr Vör segir, ég skaut ekki en ég át fegurð fjallana. Stuðningur náttúrunnar. Úr The TM Book, How to Enjoy the Rest of Your Life. Sumir eiga inni góða skuld, skrambi heppnir, segjum við. Enda TM kolluð vísindi heppnunar í alvöru, science of luck. Sumir hafa hækkað sitt vitundastig svo að náttúran sér fyrir öllum þeirra þörfum, hún vinnur fyrir einherjana, þeir taka létt sinni skuldu. Skrambi heppnir menn, náttúran veitir þeim stuðning í gjörðum.
Dótið þarna úti ertir skilningavitin. Skilningavitin eru aðeins að vinna vinnuna sína. Hugurinn sækir í hamingu og engir tveir kannski í það sama. Við reynum að fremja réttar gjörðir, við erum svo góð í okkur. Við verðum að vita að gjörðir, orð og hugsanir hafa áhrif. Við verðum líka að vita að gjörðir gefa skuld. Góðar gjörðir, góða skuld. En gjörðir, góðar gjörðir leiða ekki til uppljómunar einar sér. Allar gjörðir án grunns í vitund eru hjakk í gjörðaflækju verðandi. Gott hjakk eða vont hjakk, auðvitað breytir heilmiklu, en eina hraðferðin í Valhöll er vitundarþroski. Gjörðir á sviði hugsana og framkvæmda leiða semsagt ekki til uppljómunar einar sér. En gott er að temja sér aðeins það sem sanningunni stendur fyrir, ekki skemmta skrattanum. Skrattin vill ekki láta vekja sig, fann þjóðvitnir út. Djöfullinn er ekki til í heiðni, en barst hingar norður eftir með guðveldi sem gríla á menn. Til eru hér hans sögur sem benda til að hann hafi ekki verið tekinn alvarlega. Hefur ykkur aldrei dottið í hug að sá sem leggur annan í einhelti sé ekki góðu strákur eða góð stelpa? Dettur ykkur í hug að hann skapir sér slæma skuld með svo lágkúrulegri urði? Hefur ykkur dottið í hug að sá sem verður fyrir einhelti eða hrekkjusvínum sé í raun að taka skuldu sinna fyrri gjörða, meðan hrekkjusvínið er að skapa sér skuld. Ef maður deyr af slysförum, gæti hans skuld hafa verið að koma til hans, en enginn vissi að verðandi var á leiðinni. Við kennum öllu öðru tildrög slysins. Samt segjum við að enginn megi sköpun renna. Séð úr gluggum Valhallar er skuld eðlileg, bara lögmál. Og ekki þykir á þeim bæ nein ástæði til að æðrast yfir slíkum eðlilegum sendingum sem einu sinni hafa verið skapaðar og hlíta sínu lögmálu endur komu til upptaka sinna til mannsins sem verki framtíð fyrndinni. Hið fullkomna skipulag er hjá tífum, öll regla sem þundurist í árdaga er vituð. Ekki skilin einn maður berjast á móti neinu eða neinum sem kemur inn í líf hans. Ekki hægt að vera að reyna að afneita því sem berst. Með því væru menn að afneita sjálfum sér. Þar hvert einasta atvik sem menninni lenda í er þeirra, hvers og eins, eigin gjörð, komin tilbaka til gjörandans þess sem hana skóp sér. Enginn má sköpun renna, segir þar, og er mjög svo satt, því allt og allir eru hluti af heildinni. Og með því að afneita sköpun sinni, en þau sköp eru mannsins sjálfs verk, eyðuleggur sá heildina sem allir eru, heildina sem náttúrulögmálin stýra snurðulaust. Þau eru ósigrandi og fullkomin. Eilíðim sem allt er úrkomið er óumdeilalegur ægikraftur og regla. Ekkert utanaðkomandi þurfa lögmál náttúrunar sér til viðhalds og framkvæmda. Og já, það held ég nú, segja urðurverðan og skuld. Hvert eitt atvik sem truflar flæði þundar veldur mótgjörð sem þjáningu. Hvert eitt atvik sem styður þund kemur tilbaka sem meðbyr í lífinu, sem hamingja. Allt í nákvæmlega sama magni og sú gjörð sem framin var, því hún hleypir af stað þessu náttúrulega ferli mótgjörð að jöfnu. Lítil mannlegt er að reyna að renna sköpun sína og ber vott skilningsleysi, ekki endilega heigulsátt. Afleiðing afneitunar er þjáning, jafnvel meiri en efnistanda til. En það er til pottþétt ráð til að láta svona vitleysu sem er að koma í hausinn á manni sem vindum eyru þjóta. Einfalt og skemmtilegt ráð. Svífa frjáls í himinvít vitundar sem huginn og munin. Vera altær einherji sem veit að ekkert fær brent ginnungagap, engin vopn býta á það, vatn fær eigi bleitt það og að við erum það. Hægt er einnig þó að milda skuld með jakju. En urðurverðandi skuld er gúngnir eins og allt annað í heimi. Með mótgúngni, sem pandita kunna, mætir slæm verðandi tíðni og bylgjum sem afstýra henni mildana, upphefja hana, gera hana að engu. Heyam dukham ana akatam. Komið í veg fyrir ókomið slæmt, sem er á leiðinni til ykkar. Bæið verðandi frá, mildið hana, með gúngni úr yðavöllum innan veraldar. Þar er sko meiri kraftur en í flækju veraldar. Þegar skilningurinn eykst, fara menn að skilja samhengið. Þegar við verðum altærir einherjar, sjáum við þetta allt borðliggjandi. Menn geta notað ull, bálþekkingar, fremja ullarhylli. Ráðið er einfalt að nýsa niður reglulega.
Útkoma virkar eins og heilla kæna sem siglir allar öldur ægis farsælega. Með kænu þekkingar fleytir maður sér yfir ólgusjó gjörðana í heimi. Margir saman í TM-City-prógrami og jógaflugi mynda Maharshi áhrifin margfrægu. Einn í TM-prógrami gerir sjálfum sér gagn líkama sinn heilbrigðan og huga sinn tæran. Margir saman valda veldisvísishækkandi áhrifum í vitund og allar trissur í kring. Það aðeins ein vitund, Ekam Sat, einn sannleikurinn, við hún. Hinir vitru kalla sannleikan mörgum nöfnum. Ekam Sat Vibra Bahúda Vatanti. Ekam, einn, Sat, sannleikurinn. Vibra, ýmislegt mismunandi, Bahúda, hinir vitru sem eru lifandi vakandi innan sjálfa sín, Vatanti, nefna þeir. En ferlin eru í veröld. Við skulum vita að ferlin endurtaka sig smá og stór og ferlin hafa áhrif hvert á annað, þau eru framþróun. Eins og við vitum að dagur og nótt vegna þess að yfirborð jarðar á ferð, jörðin snýst með okkur á möndul sinn, mundilfara, og þess vegna kemur sólin upp og sest frá okkur séð. Þannig einnig hvert einasta ferli auðveldlega útskýranlegt. Ekkert í veröld óútskýranlegt, allt rannsakanlegt, allt fylgir reglu. Jafnvel vegir gjörða eru útskýranlegir, þótt þetta sé ein flækja og torskilin gjörða ferlin, ein benda og flækja svona frá okkur séð, en ferlin eru vitað og klárt lögmál, urður verðandi skuld, sem eru alltaf þrjár saman, eitt lögmál, vita gjörla. Svona einfalt í þeirra syndaregistri Sankti Péturs. Í alheimi opaslega mikið af alls konar svona hin og þessu sem hefur áhrif hvert á annað, sumt skiptir máli fyrir menn á jörðu. Svo við reynum ekki. Vegir gjörða eru órannsakanlegir. Þær stöllur þrjár sjá þetta. Þær eru lögmál og því fullkomlega réttsýnar, tristum þeim bara blint í sjóin. Þótt okkar heimur sé í huga Freyju, ein pínupolsu lítil bóla, ein af óteljandi sem kemur úr tímarúmsfróðu bullandi og vellandi, og svona gjörðaflækja sé ekki á hreinu í okkar pínupolsu litla heila, getum við skilið. Rangar gjörðir okkar valda riðlun í fullkomnum flæði náttúrulögmálna. Sinnþar gjörðir koma tilbaka sem þjáning okkar. Engin guð búa til örlög, engar örlagadísi búa til örlög manna, engin guð stjórnar lífi manna. Heldur verður hver og einn að stjórna sínum örlögum. Sínum gjörðum, hugsunum, vilja, löngunum, stjórna sínu lífi sjálfur al ábyrgur. Engin guð hegna né reiðast og engin guð hegnir eða reiðist, engin guð umbuna heldur. Drottin gaf og drottin tók gjafir náttúrunnar eru í þessu vitaða tvíeðli heims, svo litlu hamingjurnar enda í missi, bömmer, órannsakanleg gjörðaflækja sem verðandi ein rannsakar. En þegar við kynnumst hamingjuglað heimaverðagjörðir okkar ætærari, sjálfkrafa í þróunarátt, svo við öðlumst skuld tilbaka frá náttúrunni á þá lund sem við sáðum, fyrri urður. Gjörðaflækjan veraldleg, ekki neitt guðs viljin eitt, aðeins mannanna gúnir. Náttúran hefur alla reglu úr samsviðinu, reglan guðleg. Urðurverðandi skuld eru eitt náttúrulögmálana, þau eru guðleg. Virka í veröld. Gjörðaflækju náttúrulögmálið okkar hlýtir reglu, við eigum til að riðla samræminu. Hver maður ábyrgur fyrir sér og framþróun, ábyrgur fyrir sér og sínum og öllum hinum. Maðurinn ber ábyrgð á náttúrunni og lífi öllu á jörðu. Allir eru einheild, svinnurinn mikli, án hans fær ekkert staðist, án næringar úr svinni, verða gjörðir máttlausar og oft rangar. Meðmar eru nauðsyn, þær eru dýrmæti að jöfnu gjöfum. Gjöf náttúrunnar skal gjalda ef vináttu hennar á að halda. Svo eru tímar misgóðir til ýmissa verka, ýmsir kraftar verka á jörðu. Jafnvel langt utan hennar og hennar lofthjúps. Allt fer eftir þessum ferlum og afstöðu. Pöndið að sjá að allt vel útreiknanlegt. Menn skapa framtíðina, framtíðin skapar ekki mennina. Þeir sem gera góða hluti skapa góða framtíð. Þeir sem stunda sína són og færa náttúrunni gjafir hennar tilbaka með því að fremja iðla sína valkyrju, fórna sjálfum sér, gefa sjálfum sér sjálfan sig, gefnir óðni. Þeir menn búa sér og sinni þjóð og heimi öllum góða framtíð,
milda verðandi. Þeir sem eigi gera svo eru þjófar, skapa slæma framtíð. Gjöf skal gjalda, gjafir náttúrunar geldur maðurinn með sóun vitundar. Við ausum reglu sem rán, rogn, regin, inn í náttúruna á ný. Það eru þær gjafir sem hún þykkur. Við megum ekki vera ískur tónn í hljómkviðunni. Fórnum einstaklingsvitund og litla sæta huganum okkar í ginnungagap. Þar víkkar hugur út í alheimsvít. Regla alheimsvitundar kemst á ný í gjörðaflækjunni í heimi hér. Að fremja sína valkyrju er góð urður sem gefur heims bestu skuld. Framtíðin er í höndum mannanna hverju sinni. Einfaldasta leið manns til að blíðka skuld er að sóast og víja sig tæran. Allt fullt af ormagöngum í tímarúmsfröðinni bullandi. Finnum þau. Það er svo gott að vita hvað einfalt þetta er með því að skreppa frá gunnunum 3. Hér í glaðheimum í ægi er nefnilega ekkert vesinn. Aðeins hinn fullkomna, endalust kraftmikla regla og kyrð. Við skulum ekki halda heifinni sé að hrynja og stélið okkur eins og ungi litli, þótt skuld sé að gegna sínu hlutverki og við í fílu yfir því stundum. Allt er vitað því allt í sköpunarverkinu er í fullkomnu skiljanlegu skipulagi. Allt sækir í þróunarátt til fullkomnunar. Við þurfum að sjá heildarmyndina, þá skiljum við betur smá atvikin, flækjurnar okkar. Hið eina markmið okkar og tilgangur er fullkomnun, þróun til fullkomnunar. Siður þýðir að upprunalegri merkingu til fullkomnun, fullkomið, gefin sjálfum sér. Það er fullkomnað þegar við lifum himnaríki á jörðu. Rísum upp úr synd og gruggi, rísum upp úr öskustó. Við deyjum frá fyrra lífi ófullkomnunar, siddha, er neitandi forskendi, til siddha, fullkomnunar. Asato sat gamya, tamaso gyotir gamya, mrityor mritam gamya. Frá ósönnu, því sem ekki er, leiðist ég í sannleika. Úr myrkri leiðist ég í ljós. Frá dauða, mrit, sem er mara og finnst í sín mara, til ódauðleika, amritam. Urðurverðandi skuld lifa af för manns til heljar, bíða eigandans. Það er fræminni sem fyrri gjörðir, ekki mýmir sem er minnuð hver við erum, heldur verðandi fyrri urðar. Milljónir dvala í helju. Þessi okkar hverfuli alheimur er svo pínu lítill í samanburði við ginnungagap, vitund sem við erum. Allir alheimar eru úr því, allra þeirra verða einhvern tíma ragnarök. Engin mann er að vinna út frá tífatúni. Við erum kraftmeiri þar en náttúrulögmálin. Þá verður lífið í flæði með náttúrulögmálunum. Reglan þar stjórnar mannlífi vel. Urðurverðandi skuld er einmitt náttúrulögmál, virka í heimi. Þegar maður er orðinn einherji, lifir maður auðvitað áfram sína skuld, en hún hefur ekki mikil áhrif á mann. Rák í stein, rák í vatn, rák í loft. Skuld að koma til okkar sem einherja er svipað og að gera rák í loft með fingrinum. Áhrifin fara eftir vitundastigum hans. Það er sem sagt alltaf vinna við að hækka sitt vitundastig. Matthías Viðar Eggertsson skrifar: Gunnar Gunnarsson skáld hefur fært í orð manna best af þessari öld, sá sem var nógu heill ákveðin, sterkur og stórlátur til að hlíta sköpun sínum, hvert svo sem þau leiddu hann, bjóða þau velkomin, þá ekki síst þau færðu honum hrun, valda og veksendar, játast þeim fúslega jafnvel í dauðanum. Þeim manni gat ekkert sem illt verður talið á hrynið, hann slapp lifandi og með örlög sín óskoruð gegnum hlið heljar. Heimild Rúnamessa lesbókar. Nú er það svo að lítið þýðir að messa yfir börnum, predika yfir þeim ef fordæmið gefur allt annað og þver öfugt til kynna. Það sem sagt er eitt, það sem gert er allt annað. Það eru þessi misvísandi skilaboð sem maður sér. Sér þá sem predika eitt gera kannski annað og þver öfugt og þá verða orðin fölsk. Kallast hræsni. Það sem lærist er hræsnin. Í skólum er tilvera ýmissa ósamhljóða fyrirbæra kölluð dulda námskráin. Öll börn þurfa að skilja urðiverðandi skuld. Skilja það sem að höndum ber. En það er ekki það sama á að þjást og líða, láta illt yfir sig ganga í þykistu æðrilausi eða bíta á jaxlinn og þola. Við þurfum að vera altær og skilja hvað eiginlega er að gerast.
Við stjórnum okkar lífi. Einnig þurfa öll börn að vera ábyrg gjörða sinna.